Það nú komið að íþróttafréttum hérna, eða ekki beint íþróttafréttum, það samt íþróttafréttamaður hérna, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir að bjóða mér. En ég nú ekki sem til að segja ykkur íþróttafréttir. Ekki nýjar allavega, þetta talsvert gamlar íþróttafréttir. Þú ert í sagnfræði. Já. Og sögufélagið var að gefa út bók eftir þig með harðfisk og hangikjöt að heiman, undirbúningur og þátttaka Íslands í sumarólympíuleikunum í London árið 1978. Einmitt. Já. Þetta líklega stofnuð til ritgerð? Já, þetta stofnuð til BA-ritgerðin mín sem ég skilaði henn bara í fyrra. Ég fór í sagnfræðinám á gamalsaldri, tel mér nú ekkert vera nett sérstaklega gamlan, en svona þá fær maður ákveðið mikilvægsku brjálæði þegar maður með fjölmiðla bakgrunn til 15 ára og reynir að fatta gefið út og líka svona kapsmála því að sögufélag sem stofnað 1902, hann örugglega ekkert mörg bókaforlög á landinu sem eru eldri, allavega kannski íslenska bókmenntarfélag og mjög virðulegt útgáfufyrirtæki. Akkurat, þannig að þá þótti mér svona smá keppnis að láta það gefa út íþróttarit því að þau hafa aldrei verið í því áður. Þegar þú kemur úr íþróttafréttamennsku yfir í sagnfræði, þá ertu þá íþróttasagfræðingur? Já, ég að reyna að láta þetta vinna saman því ég í fullu starfi áfram sem íþróttafréttamaður og hef alltaf verið, þannig að fyrst ég fór í fullt háskólan á meðfram því að það var svona að reyna að láta þetta vinna saman. Jú, ég að klára meistaranám vonandi í vor. Hvað verður meistarritgerð? Ég að móta það með leiðbeinandanum en það svona lítur út fyrir að ég ætla að taka samspil íþrótta og þjóðernishyggju á Íslandi á fyrri hluta 20. aldar. Já, ungmennafélögin. Já, og svona aðeins lengra taka svona landvinning á erlendri grundu, þar að segja þjóðarstoltið á bakvið íslenska sigra og hvernig Íslendingar koma fram fyrir hönd lands og þjóðar og svo bara hvernig fáninn tákn í hinum ýmsu héraðsmótum og landsmótum hérna á Íslandi. Og hvernig sigrarnir eru alltaf endaleg sönnun það hvað íslenska eðli sterkt og öflugt. Akkurat. En svo skilgreinir engin töpin þannig. Nei, ekki þannig, en það svona mikið í orðræðinu og hvernig þingmenn töluðu á þessum tíma, þá alltaf talað að þetta íslenska fólk þurfa að vera land og þjóð til sóma og verðugir fulltrúar Íslands á erlendri grundu, þannig að það er svona orðræða meðal annars sem ég mun skoða í því. En hún ennþá bara því? Jú, þetta hefur verið sjálfsagt ekkert breyst. Kannski ykkur að kenna íþróttafréttamönnum er þetta ekkert í lýsingunum svona? Jú, ég held að það alveg af þessu og það er náttúrulega margt líka bara í þessu íþróttatalmáli í dag ennþá verið að taka eitthvað svona eitthvað forn íslenska frasa sem kannski búið að afbaka á einhvern hátt en menn eru ennþá að býta í skjaldarendur og eitthvað svoleiðis Og lúti gras, ég veit ekki hvað það var Bjarni Fel var alltaf með það. Já, stíga upp, sagði einhver en ég var nú eins og skammaður fyrir það þegar ég sagði að einhver leikmaður væri að stíga upp að það væri bara frelsarinn sem hefði stígið upp, að þeir gætu það nú ekki. Herðu, en þú valdir að fjalla sumarólympíuleikana í London 1978. Þarna Íslendingar höfðu farið áður. Já, höfðu farið 1908 þá fer Jóhannes á Borg og keppir í grísk-rómverskri glímu í London og tekur síðan með sér hóp manna til að sýna íslensku glímuna og það var svona svolítið bara rembingur á þeim tíma að vera þar fulltrúar Íslands í London og gekk ágætlega. Og fá íslensku glímuna viðurkennda sem ólympíugrein? Já, sem að tókst síðan náttúrulega ekki þrátt fyrir langa baráttu en það er náttúrulega hvergi annars staðar stundaðin á Íslandi en síðan aftur 1912 farið í sambærilega ferð. Og svo einhvern veginn gerist ekkert fyrir en bara í Berlín á þessum frægu Hitlersleikum, þessari skrautsýningu 1936 og þá fer mjög fjölmennu flokkur og loksins komið tíma á það því að talandi þetta þjóðarstolt að bara frá 1918 að þá náttúrulega getum við komið fram sem sjálfstæð þjóð og lýðveldið sé ekki stofnað fyrir 44 og þá þetta 1918 fullveldi sem skiptir miklu í þessu en það ekki fyrir í fyrsta sinn þannig að 36 og síðan náttúrulega bara skellur á seinni heimsstyrjöldinni þannig að það líða 12 ára á milli 36 og 48. Það engir ólympíuleikar? Nei, þannig að þetta var svona, var nokkuð stórt fyrir íslensku þjóðina að vera að senda flokk á... Fyrstu sem að við erum sjálfstæð þjóð? Akkurat. Og hverju fóru? Og ég frætti þylja þá allir. Þetta voru 20 Íslendingar sem fóru, meira og minna... Hvað voru margir í sumar? Voru 4, 5.
Okkur hefur hörnað. Já, náttúrulega mikið breyst í þessu líka. Við erum náttúrulega alltaf að bera saman epli og appelsínur þegar við erum að bera saman tíma. Það 20 manns og ekki handboltalandslið, það er svolítið mikið. Það er mjög mikið, en þarna er í rauninni engin ólympíulámörk eins og við þekkjum í dag. Þarna er bara hver ólympíunefnd setur ákveðin viðmið og Íslendingar horfðu þarna til norrænu þjóðanna hvernig viðmiðin voru þar og það er náttúrulega ekki hægt að fara að senda einhverja frjálsíþróttamenn eða sundfólk sem hafði ekkert þarna að gera, þannig að það var hort í eitthvað svoleiðis og það var ýmislegt skoðað að senda fótboltalið þessu ólympíuleika en á endanum var ákveðið að gera það ekki því þau töldu það ekki nógu góða. Sundknattleikslið sem var líklega rétt, íslenska landslið á þessum árum var ekki gott í hópna. Nei, ég held að það sé alveg hárrétt og eins með sundknattleik, það hafði farið sundknattleikslið til Berlínar 36 og þeir svoleiðis skítöpuðu öllu leikjunum sínum, skoruðu 1 mark og það var fljótt slegið út af borðinu hérna fyrir 48. Ekki til sóma? Nei, ekki þar, ég held að það sé alveg á hreinu. En það fóru sem sagt þarna 12 sem að kepptu í frjálsíþróttum og 8 í sundi og þar að fyrstu konurnar sem keppa fyrir Íslands hönd á ólympíuleikum, eða stelpurnar, það eru 14 og 15 ára gamlar. En einhverjir sem að við höfum lært síðan að meta sem afreksmenn sem að fóru þarna? Já. Áttu við eitthvað sjens? Við hefðum kannski átt sjens ef við höfum sendt Gunnar Húseby. En hann var bara í flöskunni á þessum tíma og virðist ekki hafa verið reynt mikið að ná honum á strik. Þannig að kannski var hann bara erfiður í samskiptum, ég þori ekki alveg að segja til það, en það virðist allavega ekki mikið hafa verið reynt að hjálpa honum á lappir á þessum tíma til þess að koma honum á ólympíuleikana. Kannski út af þessari hugmyndum að vera þjóðsögn til sóma, það er akkurat hluti af því sem ég kem inn á í bókina, það eru bara siðareglur hjá ISÍ á þessum tíma og hvernig er hort inn í bara tengslin milli bindindishreyfingarinnar og íþróttahreyfingarinnar, þetta er eiginlega bara svolítið samofið og það þykir einmitt ekki þjóðsögn til sóma þessum tíma að vera með einhverja sem eru hallir undir bakkus. Þannig að það var ekki mikið gert í því að reyna að fá hann af stað en hann var náttúrulega langlíklegastur á þessum tíma til að berjast um ykkur völlun. En svona eftir á þá náttúrulega koma þarna menn eins og Örn og Haukur Klásen og Torfi Bryngersson sem átti eftir að vinna líka gull á örmóti. Þeir eru í hópnum þarna en þeir eru bara ekki komnir nógu langt í rauninni til þess að vera kannski að slást um verðlaun á þessum stað. En nú er oft sagt að ég heyrði aðeins svona þegar Íslendingar voru að keppa í sumar að þá var einmitt sagt þetta fyrstu ólympíuleikarnir mikilvægt skref í þroska íþróttamannsins að koma inn á þetta stóra svið. Þannig þeir hafa kannski haft gagn að þessu. Já, ég held að það sé ekki spurning og það er alveg satt. Þetta er svo rosalega stórt mót, ólympíuleikarnir. Þetta er svo miklu stærra heldur en öll önnur íþróttamót í umgjörð og vera með. Það er ástæða fyrir þetta kalla ólympíuþorpa því að þarna ertu bara með ramgirt heilt hverfi sem að íþróttafólki býr hérna saman í og þeirra fylgdarlið og bara öll þjónusta hérna í kringu þau. Og svo hvað er verið að keppa í mörgum greinum og hvað þarf marga sjálfboðaliða og starfsfólk að þetta er alveg risastórt þannig að fyrir íþróttamann eða konu sem er að fara á sína fyrsta ólympíuleika þá er fólk með stjörnur í augunum og er að horfa í kringu sig og átta sig bara á aðstæðum og sumir kannski gleyma sér í því þannig að þú ert að fara á ólympíuleikanum með 2, ég tala með 3 og 4 og búin að ná þér í reynslu á stórmótum og öðrum mótum þar inn á milli þá er náttúrulega hægt að setja allt aðra kröfur á þig en þá þetta verið fyrir grein það sem þú átt langa fyrir, bara best fyrir langhlaupara sem að geta keppt á mörgum ólympíuleikum í röð. Já, og svo erum við að sjá hesta eða knapar, þeir geta enst lengi, skotfimi fólk getur enst mjög lengi á ólympíuleikum, við þurfum kannski að fara að búa þetta til hjá okkur. Er það en árangur Íslendinga? Hann var lítill. En ekki til skammar eða eitthvað? Nei, það var ekki tortað þá þannig. Jú, það voru eitthvað blaðaskrifum það, þetta hefði nú ekki verið neitt sérstakt. Og það er svona verið að tína ýmislegt til. En áður en maður farið það, því að við þekkjum það frá Eurovision og öllum íþróttamótur öfulega sem Íslendingar eru með miklar væntingar. Var það þannig í aðdragandunum? Nei, ekki beint væntingar til þess að vinna eitthvað verðlaun eða gera eitthvað. Heldur meira bara spenna að Ísland sé að fara þarna og taka þátt í þessum ólympíuleikum og vera hluti af því. Akkurat og líka því þetta er svo stuttu eftir seinni heimsstyrjöldina að þetta fólk leita á þetta sem ákveðna sigurhátíð og svona tákrænt að þetta skildi vera haldið í London sem var ennþá að bara byggjast upp eftir sprengjuárásir og annað eftir seinni heimsstyrjöldina. Og kannast við þá kenningu að árangur Íslendinga í frjálsum íþróttum á eftirstríðsárunum. Þú nefndir hérna Klásenbræður
og Gunnar Húseby og fleiri hafi verið meðal annars að því að það hefði sko þessi kynslóð hefði verið fórnað á vígvellinum og þess vegna hefði verið veikar í samkeppni Íslendingana. Já, og ég held að það sé ekki þetta mótmála því eins og til dæmis með gullið hjá Gunnari Húseby 1946 á EM en 4 árum seinna í Brussel að þá ég held að sé alveg hægt að mótmála því þar af því að þá hefur heimsbyggðin og Evrópa allavega haft þessi alveg 5 ár frá lokum stríðsins til þess að byggja upp einhverja afreksíþróttamenn þannig að ég held að við getum aldrei gert lítið úr afreki Gunnars 1950 það sem að sigra með yfirburðum. Þannig að það en 46, já, ég held að svo kenning geti alveg haldið, sko. En titillinn með harðfisk og hangikjöt að heiman sem að minni manna á svona hugmyndir Íslendinga að í útlöndum ekkert skjól, eilífur stormbeljandi og allt vont og maður verður bara helst að taka með sér mat að heiman af því það er bara fólk í útlöndum einhvern veginn hefur ekki fattað hvernig á að lifa lífinu og við einn vitum það. Fólk flutti með sér sko í fyrstu sólarlandaferðunum flutti fólk með sér sko bragakaffi til Spánar. Það sem miklu ríkari sko kaffihefð heldur hér nokkuð tímann. Ég hef meira þess að farið ég fór til Kína einu sinni 2011 og þá vildi tengdamamma ég væri helst með harðfisk og Prins Bolo í töskunni því að treysti mér ekki alveg til að borða alla matina sko. Sem allt það fólk sem er þar er líklega þéttbýlasta svæði í heimi. Já, nóga mat þarna. Dafnað af. Akkurat, en titillinn vísar í þessu við talum þessi eftirstríðisár bara hvernig ástandið var í Bretlandi og það var matarskortur á ákveðnum matvælum og sérstaklega kjöt. Þetta er ekki íslensku hroki þessi vondum og grúðutum. Nei, þetta snerist ekki það, heldur snerist þetta það. Ætlast til þess að fólk kæmi með nesti með sér. Já, það kom viðvörun frá Bretum eða viðvörun bara þeir leggja það til að þátttökuþjóðir taki kannski eitthvað með sér ef hægt því að matur sé á skortnum skammti og þeir taka þarna Íslendingarnir 100 kíló af íslenskum matvælum með sér meðal annars harðfisk og hangikjöt, það er næstu helmingurinn af þessu sem við tókum með sér, síðan tókum við með sér 50 kíló af laxi sem að lá nú reyndar að mestu undir skemmtum að því að hann var ekki kemdur nógu vel en harðfiskurinn og hangikjötið og eggin og annað sem að við tókum með sér að það nýtti sem svona aukamatur ofan í það sem við fengu í Ólympíuþorpinu, þannig að þetta var ekki bara matur sem við borðum heldur bara svona, einhvers konar einhver bónus. En af hverju valdur að skrifa með Sólubílika? 48. Það var í rauninni bara heimildirnar sem leiddu mig þangað. Ég var alveg fastur í því að ég ætlaði að skrifa PR-ritgerð um íþróttir og ætlaði að láta þetta vinna saman og ég vildi náttúrulega gera eitthvað sem hafði ekki verið gert áður. Það hefur verið eitthvað skrifað þátttöku Íslands á þessum Ólympíuleikum en ekki mikið og ekki með þessum ítarlega hetti. Og ég endaði inn á Þjóðskjalasafni og fann þar bara gjörðarbók Ólympíunefndarinnar frá þessum tíma, handskrifaða og vel læsilega mestu. Og stautaði mig í gegnum það allt saman og síðan fann ég skýrslur og svo þetta bara dagblaðaskrif og útvarpspistlar og ýmislegt annað sem ég notaði sem frumheimildir í þessu en svona. En hvað er þessi saga sem þú ert að segja? Hún er þennan undirbúning og áskorunina sem að mæta. Það eru gjaldeyrisöft á Íslandi á þessum tíma eftir seinni heimsstyrjöldina því að við höfum eitt þessum stríðsgróða sem að Íslendingar náðu sér í á meðan stríðinu stóð, veðju á skipaflota til þess að veiða síld þegar síldin síðan brást og þarna var bara komið í óefnið þannig að þetta voru miklar áskoranir að fara að senda 20 manna hóp og pluss fylgdarlið og áhörendur til London undir þessu gjaldeyrisöftum. Þannig að þetta fjallar svolítið undirbúningin við þessar bábornu aðstæður og síðan þáttökun á leikunum og þetta er í rauninni ekki að segja frá, þetta er ekki einhver dagbók einhvers íþróttamanns eða að segja frá bara hvernig hans árangur var, heldur miklu frekar að fara í þessar aðstæður og bara hvernig undirbúningurinn var á þessum tíma. Reksturinn í kringum þetta? Já, í rauninni. Og fóru áhorfendur með? Já, það fóru rúmlega 100 íslenskir áhorfendur með og það stónu uppalega til meira að segja í hugmyndum Ólympíunefndarinnar að leigja hreinlega bara skip. Það var aðtók hvort að Esja væri fáanleg bara til þess að fara og vera bara í höfn þannig að allir getur bara búið þar og fara þá með 250 manna fylgdarlið en það gekk ekki eftir þannig að það var flogið á þessa Ólympíuleika. Og hverjir vildu fara með og horfa? Voru það bara vinir og vandamenn? Nei, það voru mikið til bara íþrótta áhuga fólk og fólk sem kom úr þessum íþróttaklúbbum á Íslandi, íþróttafélögum og síðan einhverju íþróttaþjálfarar og slíkt. Þetta voru náttúrulega langmest kallar. Þetta er náttúrulega kynjaskiptingin þannig á þessu tíma að það eru kallarnir sem fara í svona ferðir sko. Þannig
En einhverju sem unnu jafnvel dæmi það er eitt sem að vann hérna ritgerðarsamkeppni í Morgunblaðinu í samstarfi við World Sports tímaritið og fór þarna og var boðið á í ykkur hóf og svona sko og þurfti að skilja inn einhverju pislum í staðinn þannig að þetta ég ætla nú ekki að segja að þetta verið einsleitur hópur en kannski einsleitari heldur en kannski hefði geta verið sem að fór sem áhörundur þarna. En ekki ráðamenn eins og er núna til síðs að ég held að Bjarni Ben hafi farið á Ólympíuleikana, hann sagði alltaf einhverju viðtali. Já, hann var á setningarhátíðinni og Ásmundur Einar var mættur hann líka núna. Á íþróttaráðherra. Já, en það er svona, nei, það var ekki. Það var ekki eins og íþróttaráðherra þarna, eða? Ásmundur? Nei, það var ekki íþróttaráðherra. Já, þarna, nei. Kannski undir menntamálaráðundur. Já, alveg pottþétt, sko. Herðu, það er mikill munur þarna, ég veit ekki hvort að þarna kemur svona þetta upphafið að einhverju kynslóð sem er afrekskynslóð. Já. Það er svona bylgja á Íslandi, frjálsíðustöðubylgja, endar með verðlaunum á Ólympíuleikunum. Má ekki rekja það svona til þessari bylgju? Jú, svona að einhverju leyti. Svona, það átt að vísa í silfrið hjá Vilhjálmi Einarssoni vantarlega í Melbourne 56. Hann náttúrulega er ekki hluti af þessu liði og kemur inn seinna en hann nýtur klárlega góðs af því sem að er unnið á þessum tíma þó svo að hann komi náttúrulega úr allt öðrum aðstæðum austan úr landi. Já, mikið fjallað þetta í fjölmiðlum. Já, hann hefur örugglega drukkið þetta allt í sig, sveitastrákur á Austurlandi á þessum tíma. Hann nýtur klárlega góðs af því sem að er unnið og öllu skipulagi og undirbúningi þegar kemur Ólympíuleikum. Já, voru landsleikir í frjálsum íþróttum eða ekki? Komu hérna Svíar og voru að keppa við Íslendinga í... Já, svona svokölluð landskeppni, það voru að keppa kannski við eitt ríki eða tvö. Þetta er ekki til lengur eða það? Ekki með þessum hætti. Það eru til eitthvað sem heitir Evrópu bikarlandsliða og svoleiðis og þá eru kannski 10-12 lið í einni deild sem eru sambærilegu getust í og þá er verið að keppa í mörgum greinum og vinna sér stig fyrir að vinna greinar og svona þannig að jú, þetta er til að vissu leyti að þá. Þannig að þetta var svona stolt ný sjálfstæðra þjóðar var íþróttinnar og kannski helst frjálsíþróttir á þessu tíma. Já, ég held að það er ekki mörg afreikin svona í sundinu? Nei, sundinu... Nei, það er einn Sigurður Þingeyingur sem kemst áfram þarna á þessum Ólympíuleikum upp úr undanrásum, hann er svo eini sem gerir það í sundinu. En sundfólki það er svona líður miklu lengri tími þar til að sundið fyrir að þróast eitthvað í líkingu við frjálsíþróttirnar því að það er til dæmis ekki sent sundfólk á næstu, tvenna Ólympíuleika á eftir. Og valla sundlaug, samkvæmt nútíma mælikvarða til 48. Nei, það er ein 50 metra laug, þannig að hún var í Hveragerði, þannig að þau eru að æfa mestu leyti í 25 metra laug og það er sinnt í 50 metra laug á Ólympíuleikum, þannig að það er hluti af afsökununum, akkur þetta gekk ekki betur, að þau æfðu ekki við þannig skilyrði og svo fannst þeir vatnið eitthvað kaldara í London og það er nú einmitt eina Háðsklósson sem eitthvað dagblaði skrifar að næst þurfi kannski að pakka sundhöllinni í Reykjavík niður með hangikjötunu þegar farið verður af stað. Þú verður að synda á heimavelli. Já. Ég er yfirleikum með að synda á... En svo líka önnur þróun eins og til dæmis bara bringusundstök og annað á þessum tíma að bringusund og flugsund eru ekki aðskildar greinar. Þannig að þú mátt nota flugsundstök í bringusundinu. Þannig að Íslendingar voru ekki að temja sér það og fóru þá ekki hratt yfir. Þannig að það er svona óvart að sjá hvernig hinir syndu. Já, í rauninni sko. Þannig að það er svona kannski hefðu verið hægt að bregðast við því einhvern veginn betur af því að það var nú alveg samskipt á milli landa þó að fólk væri nú kannski ekki endalaust erlendis á okkur mótum. Það er langt í það að flokkagreinar fara að verða svona þjóðarstolt. Það er varla fyrir ná 7. áratugnum sem að handboltinn sem Íslendingar keppa þátt í og byrjar það ekki að það eru eiginlega kvenna handboltinn sem að vinnur okkur afrek á Norðurland á móti, það er miðjan 7. áratuginn 64. Og langt í það að Íslendingar séu stoltir af fótboltaliðinu sínu? Já, jú, það koma samt alveg inn stoltarnir á milli eins og bara það að vinna Svía 4-3 á Melavelli þó að það hefur verið vináttuleikur og okkur myndi ekki þykja það merkilegt í dag að þá voru bara allt værið tímar. Þarna er bara Ísland ekki að taka þátt í öllum þessum undankeppnum fyrir ykkur stórmót og er ekki búið að spila marga leiki í sjálfu sér þannig að það að vinna Svía, það er bara hluta miklu þjóðarstolti og bara stór áfangi á þeim tíma. En í dag náttúrulega þeir eru búin að fara á Evrópumót og heimsmeistaramót bæði kalla og kvenna eftir að fara heimsmeistaramót kvenna að þá myndi þetta nú ekki þykja merkilegur árangur í dag. Það er ekki orðið nógu gott fyrir okkur. Nei. Þú ert íþróttafréttamaður og það voru Ólympíuleikar. Já. Og maður heyrði það í umfjöllun á RÚV sem var náttúrulega mest með Ólympíuleikana.
þá var það svona þessi tónn að þetta var eiginlega frekar aumt að vera bara með 5 þáttakendur og kannski enginn að gera neina svona, enginn í hættu með að þú veist, vera með þær efstu. Hvað að? Erum við svona lélegi í íþróttum? Nei, en það er margt sem spilar inn í. Við erum náttúrulega ekki að setja nærri þess mikið af peningum í afreksíþróttastarf á Íslandi eins og í flestum öðrum löndum. Og það skilur að sjálfsögðu að þegar kemur að umgjörð að íþróttafólkið okkar, þetta besta íþróttafólk geti leyft sér að fara í keppnisferðir og æfingabúðir og með þjálfara og sjúkraþjálfara og jafnvel einhvern veginn aðstoðarmanni viðbót hingað og þangað án þess að vera bara á kúpunni og hafa síðan þess fyrir utan áhyggjur að vera ekki að safna í lífeyrissjóði eða hafa rétt bara til vinnumálastofnunar eða þegar þau eru eignast börn. Þetta er náttúrulega alveg stór hluti á staðinni, alveg pottþétt, en svo er miklu fleira sem kemur til. Það er bara orðið miklu erfiðar að komast inn á Ólympíuleika. Það er bara, svo til dæmis við áttum og eigum liftingakonu sem átti fullt erindi á þessu Ólympíuleika, en hún líður fyrir það að það er verið að sameina þyngdarflokka frá síðustu Ólympíuleikum. Hún hefði alltaf komist inn fyrir 3 árum, var alveg á mörkunum að komast inn núna, en hún líður fyrir þetta og svo líka það að það er eina svona wildcard-sætið inn að það fer til gestgjafana. Þannig að við erum fullt af frjálsíþróttafólki sem er alveg á mörkunum að komast inn. Þannig að þetta er nú ekki alveg eins svart eins og þetta er kannski svona á pappírnum að við höfum bara verið með 5 keppendur en við þurfum hins vegar að fara að stíga þetta skref. Ef við viljum þetta, við gætum kannski sagt svo að afreks íþróttamennska í samkeppni við lönd sem að leggja allt upp úr þessu útæfi með þjóðinni stolti, Kína, Ungverjaland, náttúrulega bara Bandaríkin og fleiri lönd. Já, þetta er bara ekki okkar leikur. Við ætlum að vera góð í að vera með sundlaugarnar okkar og almenningsíþróttir. Við erum mjög góð í barnastarfi og við höfum að halda því áfram og taka það vel, en hins vegar sjáum við bara, við erum með gullverðlaun að hafa frá Sankti Lúsíu í 100 metra hlaupi kvenna á þessum Ólympíuleikum. Það er búið miklu ferð á Sankti Lúsíu og verðlaun að hafa í langstökki frekar 3 stökki kvenna á þessum Ólympíuleikum var frá enn minna ríki, þarna einhvers staðar í Karabíska hafinu eða það er í kring, þannig að ef að þessar þjóðir geta það, að þá getum við þetta líka. Þetta er líka bara spurningu það við séum ekki að steypa öllum í sama mót. Það fara allir í fótbolta á Íslandi þegar það er kannski fullt af hæfileikaríku krökkum sem ættu kannski að fara í einhverja aðra greinar. Það er búið að steypa öllum í fótboltan af því að það er bara orðið félagslega athöfn að lenda ekki einelt í skólum af því að þú ert ekki hluta af bekknum af því að þú ert ekki að æfa fótbolta. Kannski er það ykkur íþróttafréttamönnum að kenna með svo ofuráherslu á íþróttirnar sem er náttúrulega á fótboltan sig, sem er náttúrulega ótrúlegur rekstur í heiminum og verið að búa til ég held að Ronaldo og Messi séu stærri stjörnur heldur en Marilyn Monroe og Clark Gable voru í gamla daga. Já, alveg pottþétt. Þetta er gríðarlegt aðdráttarafl sem að fótboltinn hefur. Já, við erum alveg hluti af þessu kerfi. Ég ætla ekkert að fara að hafna því, en þetta er hins vegar bara, ef við erum komin út í þessa sálma, þá ertu náttúrulega, ég held ekkert með Liverpool eða þú með Chelsea eða hvaða lið sem þú heldur með. Þú ert í rauninni ekkert að halda með íþróttafélagi, þú ert West Ham, en það er alveg sama, þú ert ekki að halda með íþróttafélagi, þú ert að halda með fyrirtæki. Þetta er bara iðnaður, þetta eru bara bandarækjamenn sem eiga þessi lið eða jafnvel, þú ert komin í Manchester City, þá ertu með jafnvel bara ríkisstjórnir í Arabíu eða saman arabísku furstadæmunum sem eru í eigandahópnum og eiga stóran hluta, þannig að þú ert ekkert í sjálfu sér að halda með þess og heldur með Fram og KR á Íslandi, þannig ertu farin að halda með stórfyrirtækjum, þannig að þetta er klárlega iðnaður, það er rauninni allt önnur. Þetta sogar að krakkana og það maður heyrir það bara þegar maður er að tala við drengi, 9 og 10, 11 ára, þá er fótboltinn alveg ótrúlega stór hluti af barnakúltúr. Já, og bara enda frábær íþrótt, ótrúlega skemmtileg og mér finnst það allavega, fótbolti æðislegur en hins vegar hvað ég að segja, ángarnir og gímaldi sem þetta er orðið er síðan önnur umræða sem ég er ekkert sammála öllu í þar en í grunninn finnst mér fótbolti æðislegur en ég er bara að benda á það að við gætum kannski búið til gott íþróttafólk í fleiri greinum ef það væri ekki allir að fara í fótboltan eins og ég hef nú heyrt einhverja kollega minna að tala norsku leiðina þar sem að börn æfa upp að 10 ára aldri það bil, hún er sér ekki að fara með hrottmáli í því, eru kannski bara að æfa íþróttir og þá ertu bara að prófa allar íþróttir fram að 10 ára aldri meðal annars fótbolta
Og svo 10 ára aldurinn þá getur við valið einhverja sérhæfingu, meðan hérna á Íslandi þá eru bara allir komnir, dóttir mín 5 ára komin í fótbolta sko. Og í skipulöðu ræfingar sko. Já. Öfugt við það sem að var kannski fyrir 30 árum þar sem að krakkarnir voru bara úti á einhvers staðar út á einhverjum fótboltavelli að leika sér í fótbolta alla daginn, en núna orðið skipulöðu ræfingar já bara börnum eins og Já, og svo eins og ég komið náðan, þetta orðið svolítið félagslega athöfn líka í því að þú ætlar ekki að lenda undir í bekknum, vera hluti af hópnum, að þá getur þú ekki verið svo eini sem ert ekki að æfa fótbolta því að þá ertu kannski nærði ekki að vera hluti af strákahópnum í bekknum eða stelpuhópnum eða hvernig sem það er. Þess að örgulega frekar strákarnir sem að eiga undir högg að sækja í því. Stelpunnar plummu sig nú eflaust betur, margar hverjar líka bara að æfa 5 leika og aðra greinar. En við erum komin svolítið út fyrir efnið í bókinni. Ég náði hérna einn íþróttafréttamanni og... Já, bara gaman, alltaf gaman að spjalla þetta. Er það til hamingju með bókina, Þorkell? Takk fyrir kærlega. Og takk fyrir að koma hingað og ræða Ólympíuleikann og íþróttir almennt. Við gerum það ekki oft hérna en ég var að hugsa það meðan ég var að tala við það, við ætlum að gera það oftar. Takk fyrir. Og þetta eru lokin í kvöld. Ég þakka Þorkalli og öllum gestum okkar kærlega fyrir og Birni Þorláks fyrir að hafa tekið hér viðtal í þættinum, Pétri Fjellstedt og Laufi Ólafs fyrir að taka upp og senda út og ykkur fyrir að hlusta og breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Þið getið hjálpa okkur við að byggja upp dreifikerfið með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér. Benda á að það má finna efni okkar á Facebook, á YouTube undir nafni Samstöðurinnar, það má líka finna þau í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni Samstöðurinnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á FM á stóru höfuðborgarsvæðinu sem svona frá sunnanverðu Snæfellsnesi upp í Borgarfjörð og upp á Litlu kaffistofu út á Reykjanestá. Það má sækja þær útvarpsendingar líka á spilarinn.is á netinu og spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Það sem er net og annað borð, við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman, það eru númer 5 á fjarstýringunni kannski, ef þið vill, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins hring, umræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðurinnar. Samstöðin hefur verið byggð upp á þeim hluta áhorfenda og áheyrenda sem hafa leggja okkur lið með að gera þetta áskrifundur. Það eru kannski pluss 40.000 mann sem hlusta á þættin okkar í hverju viku og af þeim hafa rúmlega 1400 manns gert áskrifundur og það er í boði þeirra sem allt efni er hér. Ef þú vilt slást í hópin þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og skráði fyrir 2.500 krónur sem grunn áskriftin. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fjölmiðill í eigu áhorfenda og áheyrenda og tilraunarverkefni að því leyti, svolítið öðruvís en flestir aðrir fjölmiðlar. En þetta er komið gott í bili, ég ætla að segja góða nótt, svo sjáumst við aftur hér á morgun klukkan 8, þá verður rauða borðið hér að 9. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.